Sagnorð, eða orðið sögn, er orð sem segir frá einhverju sem er að gerast og sagnorð hafa tíðir. Þau beygjast í tíðum, hafa nútíð eða þátíð. Og sagnorð eru kjarninn í setningunni. Og þá er sagt að setning sé ekki fullkomin nema sé að minnsta kosti eitt sagnorð í henni. Ef ég segi ég maður, þá er það bara 2 orð. En ef ég segi ég er maður, þá eru komið setningu. Og sagnorðin geta tekið ýmsum formbreytingum og þær eru nokkrar og það er farið hérna í þær betur. Sagnir geta verið persónulegar eða ópersónulegar og skoðum það aðeins. Persónurnar eru fyrsta persóna, önnur persóna og þriðja persóna. Ef ég segi ég les, svo segi ég næst þú, þá má ekki segja þú les, heldur segi þú lest. Sagnorðið að lesa er persónulegt, það breytist eftir því hver persónan er. Hann les. Í fleirtölu, við lesum, þið lesið, þeir lesa. Sögnin breytist eftir persónunni, sögnin er persónuleg. Skoðast sagnir sem eru ópersónulegar. Og hvað þýðir það að sögn sé ópersónuleg? Sögn sem var persónuleg, hún breyttist þegar ég breytti persónu. Þegar ég breytti staðinn fyrir að segja ég, sagði þú, þá sagði ekki lengur ég les, þú les, heldur sagði ég les, þú lest. Sögn sem er ópersónuleg, þar breytist sagnorðið ekki þó ég breyti persónunni. Mig langar, þig langar, hann langar, okkur langar, ykkur langar, þá langar, alla langar. Sagnorðið að langa breytist ekki. Ég get ekki sagt mig langar þig langt, hann lang, það hljómar mjög undarlega. Við sjáum það samt sem áður að hér er ekki ég langar, þú langar. Nei, hér notum við þolfallið á ég, segjum mig langar, þig langar, hann langar. Það er af því að sagnir sem eru ópersónulegar þær eru ekki með persónufornafnið í nefnifalli. Og ef við eigum að segja í hvaða persónu, þá er það alltaf í 3. persónu eintölu. Alltaf 3. persónu eintölu. Mig langar 3. persónu eintala. Ykkur langar 3. persónu eintala. Munið það, 3. persónu eintala, allar ópersónulegar sagnir eru skráðar í 3. persónu eintölu. Stundum er spurt, af hverju má ekki segja, eða af hverju er ekki eðlilega að segja, já, hlakka, segja bara mér hlakkar, og þér hlakkar og hann hlakkar. Svarið er að sögnin hlakka, hún er persónuleg, hún breytist. Við segjum ekki við hlakkar, heldur segjum við ég hlakka, þú hlakkar, hann hlakkar, við hlökkum og þeir hlakka. Af því að sögnin hlakka er persónuleg, þá notum við ekki persónufornafnið í hlutafalli. Við notum það í nefnifalli eins og allar aðrar persónulegar sagnir. Ég hlakka, þú hlakkar, hann hlakkar, við hlökkum, þið hlakkið og þeir hlakka. Og við skulum hlakka til að gera eitthvað meira í málfræðinni.